Gaman að fá þig, Andrés. Gaman að koma hingað og í þetta glæsilega stúdíó. Já, takk fyrir það. Það bara gleður mig að það er 8 mánuðir síðan við vorum saman síðast í hlaðvarpi. Einmitt, í bakherberginu. Í bakherberginu. Það var ekki svona glæsilegt, getur sagt ykkur. Nei, en það var heimilislegt, lílegt og okkur liðir. Já. En sko, þú ætlar að spá á eftir. Þú ætlar að spá hverju mynda meiri hluta og hverju sigra í sérstaklega í borginni og eitthvað svo leiðis. Og ég ætla að veita þér velun ef að þú getur rétt. Já, það kemur aðeins í veg fyrir, þú ert aðeins að koma aftur að mér að því að ég ætla að spá núna. Já. Það er svo langt í kosninga að maður er enginn eftir þessar spá. Þannig þó hún reynist kolröng þá myndi ég ekki enginn komið baki á mér. En núna ert að segja að þú sett að fylgjast með þessu. Algjörlega. Og þetta verður allt skráð niður. Og möguleikin ef við sjáum þessar kostendur vegna þess að þeir ætla að veita þér velunin. Þú munt fá sko kassa af San Pellegrino vatni. Já, sem að þú ert nú með. Ég er að drekka hérna, komin halva leið til Sigilegar. Já. Þú færð vörur úr Jysk. Þú færð A4, vörur og A4. Sjáðu hérna eitt, að því við erum nú áhugasamir Ánægjuvogina. Já. Að A4 efst í Ánægjuvogini í flokki ritfangaverslana. Já. Og það er eitthvað við metum fyrirtæki sem eru ofarlega Ánægjuvogini. Já, einmitt sko. Þú veist, ég er með mína eini Ánægjuvog. En ég er ekki að segja að hún sé eitthvað í mótsögnum þessa Ánægjuvog. Nei. En jú, ég er sammála, maður beinir viðskipti sínum til þeirra sem maður ánægður með. Já. Og sérstaklega í nærumhverfinu. Ég finnst það svolítið atriði, sko. Já. Svo er það auka krónur. Færðu allar þessar krónur frá TM. Já. Þannig að þú veist, þú verður þú verður hlaðinn verðlaunum þegar að þessu kemur. Ef þetta rætist þar að segja. Ég treysti á hyggjuvitið og spátumsgáfu. Byrjum aðeins bara á borginni. Nú liggur fyrir að stærstu flokkarnir eru búnir að ákveða hver leiðir listana. Hvernig svona, bara ef við förum aðeins yfir það, hvernig leggst þetta í þig? Jú, ég held að það hefði verið farsælt bara hjá báðum flokkum. Ég held að Hildur hafi alveg átt skilið að fá svona tækifærið með við bara hvernig kannanir hafa verið í borginni og þrátt fyrir að sjálfstæðarflokkurinn almennt hafi svona 800 högg að sækja þá hefur hann komið nokkuð vel út í könnunum í borginni og hún hefur bara verið í minnihluta og aldrei fengið að spreita sig á þessu og komin svona, þú veist, með ákveðin svona prófíl í borgarmálunum sem svona mögulegt borgarstjóraefni. Hvernig metur þetta upp frá, sko, upplifir þetta eins og þetta sem er í óánægja að hún sé að njóta þess eða bara að fólk hafi núna trú á bæði Hildi og sjálfstæðisflokknum að taka við borginni? Ég held nú bara, þú veist, hún hefði bara haldið kúlinu, sko, og það þarf þetta, þú veist, einhverja þora til þess að ógna einhverjum sem situr í efstasæti og það kom enginn fram, þannig að ég held að, þú veist, hún eigi það bara, þó að það hafi ekki farið fram prókjör, þá var þetta ákveðin sigur að það fór enginn gegn henni. Þannig ég held að hún eigi þetta alveg skilið og ég held að, En já, við með skoðanakannir að flokkurinn sé að fara hátt vegna óánægju með bara núverandi meirihluta. Já, ég held að það sé nú spilum mjög stóran hlutinni, en það sjá að traust svona til borgarstjórnar almennt frekar lágt og þú veist, enginn af þessum, ég meina það hafi líka verið mæld, hún fekk man ekki hvað 8% eða 9% eða hvað það var í mælingu þar sem að fólk var í opinni spurningu beðum að spyrja hver það sæði fyrir sig sem borgarstjóra. Það er þetta ekki eitthvað svona eindregin stuðningur, enda fólk kannski ekki séðan í því hlutverki. Nei, helst nota gegn Heiðu á þeim tíma, hún fekk 2% og sitjandi borgarstjóri. Já, og svo kemur eiginlega ljós að þessi mæling var náttúrulega líklega bara rétt. Sérstaklega ég var svona eitthvað að reyna að gera mér leik á þeim tíma að deila í að því það birtist síðan úr sömu könnun þar sem að sami hópur hafi verið spurður fylgi við flokka og samfylkingi var með eitthvað 28-9% þar og þannig að þá vitum við cirka af þeim sem svöruðu hvað eru margir sem að segja stiða flokkin og þá er það mestalegi 4-5-6% sko, bara tölfræðilega sem hefðu getað verið á baku þessi 2% sko af samfylkingafólki.
Mögulega hefur þetta ráðið einhverju að bæði Pétur fór fram eða að minnst kosti þau fundu einhvern annan aðila til að leiða flokkin að þegar þú finnur einhvern veginn að flokkurinn á ágætt stað í skoðanakönnun en leiðtoginn á slæmum stað. Það verður örugglega ekki skemmt fyrir henni, ég hugsa að hann örugglega verið byrjað eitthvað fyrir, hann nú eitthvað listi og svo þetta oft náttúrulega líka persónulega ákvörðun, það var þetta ekki leyndamál að það var búið að vera að leita og okkur hópurinn af samfélkingarna sem vildi sjá breytingar og var að leita eitthvað fólki til að fara fram og sem var að hugsa á hvað að fara ekki. Svo Pétur hann máta sig í þetta og segi, heyrðu, þetta bara eitthvað sem ég geti hugsað mér að gera. Ég held að það vegi nú alltaf þyngst sko, frekar heldur en einhver ákveðnar tölur, en auðvitað eins og hann sjálfur sagt að hann hafði ágjörð því að segist í rauninni vera samfélgamaður og hafi verið það með einhverja hríð sko. Alveg frá því hann var hann í sjálfsagt. Já, og svona var smá óhefilegt freudianslip hvað það var þar, en hann sagðist að hafa aftur ágjörð af því að þessar kostningar myndu fara illa og svona að eins og fólki sem svaraði þessari könnun og fjöldamargir bara höfðu ágjörð því að Heiða var ekki að finna sig í þessu hlutverki og var ekki, og fyrir utan Heiðu bara, þá held ég líka bara verið þreyta og séð þreyta með núverandi borgaryfirvöld og þetta ekkit nýsannindi. Men ég var að hugsa eins og leiðning að því ég nú sko sem ungum maður starfaði í samfélkingunni og var hérna í unglegarhefingunni og kom meðal hans að því að fyrir hönd samfélkingarna ræða við hina flokkan í R-listanum árið 2005-2006 hvort að ætti að halda R-listanum áfram og við ákvaðum að slíta R-listanum og okkar viðhorf þá var það eftir þá 12 ár 3 kjörtímabil frá 94 þar sem Reykjavík vann, þá væri bara komin okkur þreyta og það þyrfti að hrista upp í þessu og þetta væri komið okkur mikla sjálfstýringu og við rauninni ekki alltaf í ákvæðan hátt. Núna eru liðin frá 2006 hátt í 20 ár og samfélkingin verið í meirihluta með öðrum alveg síðan þá mest megnis eða með einhverju stuttum tímabili sem það var ekki og það sé bara alveg mikil þreyta og sama einkenni kannski sem það svona einhvern veginn að maður sér ekki alveg, það ekki mikil aðgreining á milli kjörinna fulltrúa og embættismanna sem ekki óeðlilegt, fólk búið að vinna saman í lengri tíma en það svona minnkar aðeins svona vægi stjórnmálamanna gagnvart embættismönnum og aðeins trúveruleika stjórnmálamanna gagnvart kjósendum. Og þú finnur það líka bara að þessi flokkar sem hafa verið í meirihluta, þeir eru að hlaupa í vörn, þeir eru, og ég skil alveg vegna þess að það hefur margt gott gerst og Dagur til dæmis, hún líður ekkert vel með þessa frásögn að borgin sé ekki falleg og eitthvað slíkt og hliðir Facebook-status ef eitthvað svo lýsa sagt og maður getur alveg skilið það en hann líka benda á hluti sem alveg réttir að strandleika sé falleg, Nautfallsvíkin, Öskjuhlíðin og ýmislegt annað en þú verður einhvern veginn líka að samþykja að það eru hlutir sem við erum ekki sátt við. Þannig að það ekki hægt að benda einhvern veginn með frá ströndinni og segja að það sé fallegt á meðan að fólk að gagnrýna það sem að, og sérstaklega kannski húsbyggingar frekar en garða eða útivistarsvæði. Og ég myndi vilja fá, og kannski bind ég mest af voni við þessar kosningar að þær komi ferskari, að fólk bara viðurkenni þann vanda sem og reyna að tækla hann í staðin fyrir að verja einhverja sögur sem að þau hafa verið alltaf föst í. Já, ég heyrði einmitt ykkur Kolbrúnu Bergþórsdóttir ræða þetta í Lyklavöldunum fyrir 2 vikum og er sammálað þér og ykkur að þetta væri bara, að það væri áhugavert fyrir dag og þó það sé kannski ekki aðalatrið í þessu að gera þetta eins upp, hvað hefnaðist líka ekki nógu vel. Hvað tókst og hvað tókst ekki og hvað svona, fóruð það kannski aðeins svo langt eins og þið orðið það og ég meina, það er að segja það til dæmis í húsnæðismálunum, það er að segja það, ég meina þetta hefur ekki allt gengið upp í samgöngumálunum, kannski var óreinar væntingar með flugvöllin, ég meina það fór ekki
lengra og hefur nú verið rakið hans í þessari baráttu í Samfylkingunni. Lofvörð stokka og göng og ýmislegt annað sem að það er viðtal við dag 2022 þar sem hann segir á næsta kjörtímabili verður komin stokkur við Hringbraut. Já. Og þetta er einhvern veginn, þetta er bara svo endalaus saga. Já, og sama mætti segja þú veist kannski leikskólamálin, það er búið að lofa því mörgar röð og það kannski voru teknar ákveðnar svona stefnumarkandi ákvarðanir varandi til dæmis dagmömmur og annað, þú veist draga úr stuðningi við það kerfi eða allavega vera ekki að ítundi það vegna þess að þetta börn ætti að fá þessa miklu betri þjónustu inn á leikskólunum, svo bara hefur ekki verið hægt að standa við það. Þannig að mér er alltaf í lagi og bara trúur þetta að horfa tilbaka og ef að Dagur, þú veist, kannski hefur ekki mikið vægi að Dagur sé gera það núna en það er hann komin í annað svið en ég held að Pétur ætti að gera það og Samfylkingin og ætti bara jafnvel þó að hljóma eins og þessi að setja upp einhverja kosningaauglýsingar fyrir andstæðingin með því að fara í þetta uppgjör, þá held ég samt að það sé eiginlega svona leiðin að því að fá endurnýja traustra borgarbúum og borgarbúar eins og ég hef oft bent á eru bara öðruvísi samsettur kjósendahópur heldur en sveitafélagin flest í kring í nærsveitafélagin hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þessi kjósendahópur er meira á miðjunni, meira til vinstri og þannig að það er alveg svona demografíska forsendur fyrir því að Samfylkingi geti áfram verið meirhluti og fengi góð útkomu sem kosningum. En hún þarf að held ég gangast við þessu og maður sá í þessari prókisbaratu Péturs og Heiðu og fleiri aðalega að Pétur svona, hann gerði svolítið eins og þekkist í forkostningunum hjá demokratum og rebelgurunum, ef við tökum demokrati í Bandaríkjunum að þú fer til vinstri, þú veist, í forkostningunum og í prókjörunum og því að þar eru harði flokksmenn og svo færur þennan miðuna í kostningunum. Líklega er það planið núna og líklega talda sig þurfa að gera það til þess að höfða til, sérstaklega eftir að svona mertu til hægri og sjálfstæðisflokknum í byrjun, að þyrfti svona sanna sig fyrir flokksmönnum. Hann tiplaði þetta alltaf á tánum. Já, hann var þess vegna ekki nú skýra, mörgum mér og mörgum öðrum fannst hann ekki alveg nú skilabóð sem hann var með þessu prófkjöri til svona kjósenda almennt í borginni og sem svolítið syndan kannski, af því ég hefði talið sérstaklega og það er kannski hægt að vera vitur eftir og þú sér hvað hann er að vinna þetta örugt að hann hefði alveg getað notað fleiri tækifæri, fleiri ræður og fleiri þætti til þess að gaggrina Samfylkinguna í staðan fyrir að alltilega segja Heiða hafi staðið sig vel og tala vel um hana, það er bara sýnir að hann er vandaður og drengur góður en og er ekki til þess að draga endilega niður einhverja persónur en mér fannst hann aðeins svo mikið standa vörðum fortíðina og held hann þurfi að skerpa sig og við ræddum til dæmis með Einar Þorsteins að þegar hann fór í hennar meirihluta og var síðan borgarstjóri að hann lenti í einmitt þessum vandræðagangi að vera að verja fyrri verk þess meirihluta og í rauninni verður þá ekki óánægja hans ljós fyrir en hann sprengir upp þann meirihluta og ætli við viljum ekki einhvern veginn fara að fá svona þessa, hvað þú segja, ferskari umræðu veikleikana sem að flest fólk er að svona sammála ég meina barnafólk bæði með hverfin sín og samgöngur og leikskóla og skólamál og eitthvað slíkt og síðan er spurning er eitthvað virka að lofa borgarbúum að byggja Geldinganesið í Úlfarsárdal, erum við eitthvað að kjósa einhver ný byggingalönd erum við ekki bara í okkar hverfin, það er ekki frekar að nálgast hverfin frekar en svona þessa stóru gömlu þessi gömlu kosningalofar. Jú, ég held það ég held bæði, mér finnst það góð hugmynd mér finnst líka góð hugmynd sem að þið voru með þú Kolbrún að vera með eitthvað 10 mál bara konkrétt mál og ég var að hugsa að sá 10 mála listi og hvaða flokkur sem er fyrstu með hann eða hefur mest vægi ef annarkoð sjálfstæðisflokkurinn eða Samfylkingin kemur með hann fljótlega að vera ekki með eitthvað svona augljós aldrei þar inni við ætlum að
bæta borginni fyrir barnafjölskyldur. Það er ekki aðgreining, það er ekki konkrét. Það þarf að vera eitthvað bara konkrét aðgerð, en kannski í einhverjum nokkrum málaflokkum. En sleppa sem er augljóst, því við vitum að stór hluti starfsemis borgarna er bara þjónusta sem er lögbundin, sem allir eru sammála að veita og er ekki mikla deilur að það vantar meira konkrét og þú veist, það mætti bara segja, við ætlum að minnka yfirbyggingunni hérna, ætlum að fækka 100 manns í ráðhúsinu eða, þú veist, eitthvað svona og hérna ég held að það væri sniðugt. Ég held að vandinn hjá Einari, ég alveg sammálaður að þú veist, hérna, hann kannski var að fara að taka við sem borgarstjóri, hann leita á þess að sitt legacy, eða sko að því leiti að þú veist, hann væri svona, þú veist, standa vörðum sína fylkingu, en hérna, hann er miklu ótrúverði fyrir vikið núna þegar hann eiginlega allt sem hann segir er hrikalega neikvætt og einhvern veginn hann virkar svona eins og bara hann hafi annarkvort að þykjast vera meira ósattur núna eða þá, þú veist, það veit ekki alveg og gleymið þessum millikafla þegar ég var þarna borgarstjóri og fyrstu borgarstjórar svona, hann er alltaf óþægilegum stað hvað þetta var þar en svo þegar maður fyrir að horfa á þau Pétur Björgu Magnúsdóttur, tölum aðeins Björgu sko, komið það óvart með að hún tæki Aðalstein Leifsson? Sko, ég hefði kannski metið Aðalstein sterkastan eins og margir kannski gerðu svona utanfrá séð í upphafi og ég held að hérna ég held að þessar, en mér fannst það komir ekki á óvart á endanum að því að maður búin að sjá að Björg var að ná svolítið mikil stemningu og hún var bara með það mikið af fólki kringu sig, fólki sem hún náði að virkja í þessari baráttu sinni og bara ég held ég að bara því að fylgjast með á Instagram sko, hverju var að mæta hjá henni og þú veist, aðstóðana að maður hugsaði, hvernar tveimur öðrum, þú veist, þá er þetta bara nómur gatka til að vinna í þessu prókjöri sko. Og það kom að daginn, það var meiri munun í bjóstu við og bara mjög sterkt fyrir hana og sterkt fyrir Viðreist, þú veist, þetta var starra prókjör en hérna og ég held að bæði Pétur og Björg koma frekar sterk fyrir sína flokka eftir þetta Pétur og Prókjör Samfélag fekk náttúrulega mikla athygli og hérna þannig að hann er miklu sterkari og svona sem eitthvað svona borgarstjóra kandidat með hvað hann var hérna og þú veist hérna ekki á þessu sviði bara fyrir nokkrum vikum sko. En út af því hvernig þetta fer og hvað þetta er stórt og allt það sko. Já. En ef við byrjum persónuna saman, því að fyrirfram getur sagt að Samfylkingin og Viðreist myndu ekki vilja vinna saman, einfallega vegna þess að hvernig þetta fór þegar Einar sleit þessu, en nú er allt í hennu komið öðruvísi manneskjur og þá er spurning sko, myndur máta Björgu nær Pétri frekar en sko flokkana fyrir það? Já sko, Björg var alltaf aðstofmaður Einars þannig að og sko Viðreist hefur alveg geta ímyndið sér að veist, langi að vinna til hægri í borginni bara af þeim hagsmunum að sína öllum kjósundu sínum hvað sem er að flokkurinn geti unni bæði til hægri og vinstri og sé kannski án og geti unnið án samfylkingar þú veist, þeir finna þetta fyrir því að fylgi þeirra hefur aðeins dala þó að rokki svolítið og síðan komið á betra stað en það var og hvað er ekki þriðistasti flokkur landsins núna en það finna alveg fyrir því að Kristrún fær svolítið mikið af hérna hún fær svolítið mikið kredit og hérna ég held að gefa nú líka henni kredit en ég held að vilja alveg aðgræna sig en þetta er margt annað sem kemur til álita Björg er kannski hún er eins og segir annar típa og ég heldur þetta svona með hvernig þetta hefur að listast upp að við séum að fara að sjá svolítið mikla breyting bara á þessum hóp sem borgarvildarönnir eru sem borgarstjórnin er þetta er svona önnur kynslóð svolítið yngri þú veist hérna ég held bara mörguleiti öflura fólk þú veist með fullir virðingu Nei, ég held að við einhvern bara fullir það sko fyrirfram enga fyrirfara Nei, ég ætla að segja að Pétur komið sterkur inn komandi bara úr atvinnulífi hafandi verið og þrátt fyrir þessa hérna sem að vandræðagangi kringum þessar lóðir en þá er hann þó allavega verið í samskiptum við borgina varðandi uppbyggingu og er til dæmis bara ósáttur hvernig borgin hefur hanterað þau mál þannig að hann svona þekkir þetta utanfrá og nýtir það Björg búin að vera bæði
inn í þessu batteríi og síðan hún búin að eiga börn á leikskólaaldri og mjög reitt foreldri að hafa ekki fengið skólagöngu fyrir barnið sitt. Þannig að Einar með ungbörn Hildur sömuleiðis og búin að gagnrýna kerfið en hefur líka verið svona að keyra ákveðna möntru með einföldun á kerfinu, sala á einhverjum fyrirtækjum í eigu borgarinnar sem að skipta í sjálfu sér ekki miklu máli fyrir rekstu borgarna en bara koma þeim í hendur og hætta að pæli þeim. Þetta fólk svona ég veit ekki, einhvern tilfinningan að þau getur öll tengt hvert við annað. Já, þetta er allt svona svolítið já, ég ætla ekki að segja keimlíkt fólk, en þetta fólk sem að geta alveg sé fyrir sér að myndi koma vel saman í skíðaferð eða eitthvað sko, bara, eða í foreldrafélagi eða eitthvað slíkt sko. Þú getur ekki sagt að þessi pjúra kapitalistar eða pjúra félagshyggju fólk eða sósíalistar eða eitthvað slíkt eða vinstri. Þau eru kannski einhver ný kynslóð sem að svona pínum eða svona þvert á flokka getur maður sagt. Já, Hildur eru uppleiðmislega, fekk krabbamein, brjóstakrabbamein og þú veist og mér fannst hún að mörguleyti og hún búin að fara í fæðingaróla með hún búin að vera í borgarstjórn og þurfti að takast á við bara krefjandi aðstæður í sínum borgarstjórnu flokki og hefur allan að komist í gegnum það oft slettist að báða í svoleiðis leiðundum og og maður svona smá ágjur að ég held að það hefði verið betra fyrir Heiðu og borgarstjórnuflokkin ef hún hefði ákveðið að láta gott heita frekar en að taka sætið svona með við það að hún er ekki allan búin að breyta neitt tón, hún ennþá með hann svolítið sama tón að vera mjög svegt og svona senda þetta svolítið pillur í hvert tilefni hefur ekki verið neitt sáttatótt svo heiti geti að þú veist, þetta er smá húsfélag að reka borgina og þó þessi stórt húsfélag og það svolítið, það þarf ekki marga sem að einhvern veginn upp á móti hver öðrum til þess að það verði mjög leiðilegt að setja húsvendina sko. En getur samfélkingin lent í því sama og sjálfstæðisflokkurinn á þessu kjörtímabili að þarna vastu með svona fólk úr öllum áttum og hópurinn náði ekki saman eða flokkurinn í borginni, sjálfstæðisflokkurinn, samfélkingin núna komið Heiðu í annað sæti. Getur það þvælst fyrir bara Pétur hreinlega? Já, ég ekki spurninga, það getur gert það. Ég meina við höfum bara séð það með sjálfstæðisflokkinn, hann hefur ekki verið trúverðugur og þetta er alltaf nefnt sem eitthvað svona akkir háls Hildar og bara flokksins í borginni og hans metnaði að komast til valda í borginni og ég meina fjölmiðlar munu þetta hafa meira samband við Heiðu en þeir gerðu með hún borgarstjóri sko. Núna þurfum við öðru sæti til að reyna að finna þú veist, eitthvað annað sjónarmil og finna eitthvað núning sko. Það var meira þess að fundið að Hrannar eiginmaður hennar hefði lækað við einhverja gagnrýni og Kristrúnu Frostadóttur. Þannig að það er verið að finna svona brotin í fjölskyldumynd samfélkingar. Já, og þetta er auðvitað ég svona ekki vissum að þetta hafi verið heilla spor og ég frekar vona þú veist að hún hefði geta fundið eitthvað annað vettvang svona í ljósi þessar úrslita sko. en minna gott og vel þú veist, hún hlaut þó þú veist, atkvæði í þetta sæti og hefur fyllt umboð þetta en það verður svona, þetta geti orðið áskorun. Hvernig fannst þér almennt endurnýjunin? Skúlur þarna áfram? Já, ég held að sko hún var góð, ég eins og ég segi, starfaði í samfélgum mínum yngri árum og hef svona skoðun á því hvernig þetta fór og ég vildi mjög mikið sjá endurnýjun, helst bara alveg algjör endurnýjun en ég held að einhverja hafi nú alveg viljað hafa þú veist, einhverja eitthvað stofnunarlega minni þarna og Skúli svona, þú veist, hann í sínu málaflokki menntamálum þegar hann ekki gengin þetta eitthvað rosalega vel en kannski sumt að því, kannski ekki mikið af því sem hættir að kenna honum persónulega, bara mikla og annað sem að herja á svo sem öll sveitafélög en en hann svona, þú veist, fá og mýtla við hann og svona geðþekku maður og ég held að hann verði svona alveg, þú veist þægilegur í samstarfi og svona en ég held líka, þú veist, þetta er ákveðin, þetta eru hópur nýrra og þau sem náðu inn, þetta er fólk sem að vann saman með Pétri,
þannig að ég held að þau verði leiðandi, þú veist, þetta nýja fólk og það skiptir þegar borgarstjórinn og oddvitinn ræður auðvitað mjög miklu síðan hvernig verkefnin útlitað, hann tekur þátt í meirihluta viðræðum, þannig að veist, það að hvort einhver í þessu seti, hinu seti mun ekki telja jafn mikið held ég hverjir fá aðalverkefnin eftir kosningar. En þetta mjög óvanlegt að þó það getur síðan aftur ítt undir þetta núningu leiðindi sko. Já, en þetta líka óvanlegt sko að leiðtoginni Feldur á Stalli en gegnir áfram starfi borgarstjóra núna næstu mánuðina og bara það varðandi ákvarðanatöku, varðandi sko á Pétur að vera partur af einhverju umræðum eða sko hann bara geymdur, maður átt sig ekki á alveg að því þetta óvanlegt. Já, ekki gengið ekki svona. Ekki nýlega, en þetta alltaf þekkt víða og hefur gerst á Íslandi líka, eitthvað sé að rauninni fólk missi umboð sitt frá flokki og sumstar þannig að það bara skiptum strax. Og ég meina það þannig í Bretlandi að það þetta skiptum forsætisráðherra á þess að búa til kosninga. Og leiðtoginn bara Feldur og svo bara nýr forsætisráðherra tilnefndur á þingflokknum. Og þannig að ég myndi nú svona segja að það sé nýr leiðtogi getur alltaf haft mjög mikil áhrif þú veist, á og verður mjög nærri allir ákvarðanir tök í borginni fram að þessu en svo þetta líka orðin svona lame duck ástand veist, það lítið að gerast já, veist, það bara lurglega bara nánast ekkert að hefast sko. Og, en samt þau að selja ólíka sögu Heiða að selja sögu að þau hafa gert mikla breytingar þessi meirihluti á þessu eina ári á meðan að Pétur þarf að segja söguna að þetta hefur ekki gengið nógu vel og hann vilji breyta þessu þannig að þetta er skrítið ástand að einhverju leyti. Það þarf vel að leysa úr þessu sko og af því að veist, það er náttúrulega ekki gott ef að fyrir Pétur ef að því fjölmiðla getur bara alveg farið til Heiðu sem borgarstjóri og sagt borgarstjóri segir þetta og það hlýtur þá að standa. Akkurat. Hún er borgarstjóri og ég tala rétt við þér, það er verið að segja ólíka sögu eða svona jafnvel þó að Pétur hafi nú verið að klappa og strjúka Heiðu og hann gerði þá, en hann getur ekki gert það fram á kosningum sko. hann verður einfallega að segja það sem að ég held að borgarbúar viti sko að það þarf bara endun í að annarkvort held ég samfylkingin með nýjar hugmyndir og nýtt fólk, hún er komin að stærstilega með nýtt fólk ef hún er ekki með nýjar hugmyndir og eitthvað skonar heiðald ökkjur í fortíðina þá fær hún held ég ekki brautagengi sko. Nei, og maður verður að skilja af hverju Pétur fór í þetta hann fer í þetta væntanlega með einhverju ástríð eða einhverju brennandi þörfu eða einhverju löngun til að breyta ef hann ætlar að fara að halda aftur að því af því að hann vill ekki særa núverandi borgarstjóra sem er komin í annarsætið það var hann að gera sömu mistökinu Einar Þorsteinsson gerði nákvæmlega og það er bara því að Einar hafði umboði, Dagur var útleið hugsalega samdan af sér með því að leyfa degi að klára þetta svona sko. Ég sá það svo sem ekki fyrir þá sko. Þetta er svona erfitt en ég held líka að það yrði meiri breytingar og ég held líka kannski að svona eftir á þá var Einar kannski bara þetta voru á bratt, ég meina hann kom beint úr fjölmiðlum hann hefði ekki starfað innan borgarinnar þekkt ekki fólkið mjög reynslulausan flokk þessi þrjú sem voru með honum þau voru aldrei einhvern veginn samstíga þau sem voru neðar á lista náðu einhvern veginn aldrei takti almennilega, kannski Magnea Gnál sem að bjóða sem áfram svona en þetta bara sjálf mikill nýliði og ungliði þannig séð en bara með við það ágætt sko, en hinn tvö náðu aldrei takti, náðu ekki gegn og með 4 borgarveldir hann hefði geta gert miklu meiri kröfur en kannski vantaði hann ekki einhvern veginn stöðu til þess heldur meira reynsluna og hann hefði kannski sett orkuna aðeins á ranga staði hann var, sem borgarstur alltaf beðum að koma hér og þar og viðtöl og klippa borða og svo framvegis en þú þarftu þetta að hafa svona pólitískt erindi og að hafa eitthvað svona eitthvað eitthvað sem þú ætlar að ná í gegn einhverju svona áherslur sem þú ert búin að hugsa og útfæra og ég er ekki að setja þessu auðveld en hann spreðaði svolítið þessu tækifæri og Pétur myndi gera þetta það sama hann er með mikið og sterkt umboð frá sínum úr þessu prófkjöri og það eru ákallin breytingar í borginni Hildur getur talað um miðuna ég veit ekki alveg
henni fórst ekki alveg ná vel á þessu kjörtímabili, kannski einhvern veginn út af bara hvernig landsmálin og heimsmálin að vera að þróast að Sjálfstæðisflokkurinn hefur svolítið verið teygður til hægri en hún sýndi það á sínu fyrra kjörtímabili að hún á mjög gott með að tala bara inn til allra borgarbúa og ekki einhvern veginn láta að vera að hugsa um hægri eða vinstri. Og hún kannski líklegust til þess að vera með það sem við vorum að tala áðan, þessi skýru mál, þessi 10-12 mál sem eru svona hittabind í hjörtu borgarbúa. Það alltaf þessi... Mér fannst hún eiginlega betri frambjóðandi ég veit ekki hvort hún horfir á Lyklaveldin, en ef ég mætti ráðleikinni, hún var eiginlega betri frambjóðandi á fyrra kjörtímabilinu sínu heldur hún á því síðara og sumt snýst reynslu en það líka haldi það sem að gerði þig, aðgreindi þig og þá var hún svo mikið að, einmitt að pæla í hverfunum, hvernig mætti bæta þau talaði svolítið hlutina upp en lét bara eins og hún ætti það því að hún var í skipulagsnefnd, hún var við erum að gera þetta, hún var ekki alltaf að, þú minkar þig líka alltaf aðeins, þú ert alltaf að svona rópa fyrir utan og það ekki verið að hlusta á okkur og það alltaf ómögulegt og fólk veit, þetta ekki alveg þetta verður svolítið næs. Og þegar þú ert búin að fara í gegnum 8 ár í borginni þá áttu að geta nota þetta tímabil til að segja kjósið mig vegna hugmynda minna en ekki vegna þess að hinn eru svo léleg og ef hún nær svona þessari birtu, ég held líka að tækifærin að felast í hvernig velst að hana lista og hún hlýtur að hafa eitthvað með það að gera þannig ef hún nær að velja svona einhvern samhentan sterkan hóp með mikla breidd og og maður sér ekkit endil, ég held sé ekkit auðvelt að fá fólk reyndar í þessa pólitík. Nei, það var eitthvað það var byrtild í talaðinu þá sem að gáði sér fram 400 manns Já. Og svo hefur maður alveg frétt af henni alveg eins og Kristrúnu að hitta fólk sem hefur áhuga sem kannski svona í þeim klassa að vera nafntogað. Já, akkurat. Þannig að jú, ég trúi ekki öðru en að hún fái að raða svolítið upp sínu liði og þetta nema þessi bara einhver svakaleg hrossakaup í þessari uppstillingarnefnd og eitthvað Hvað veit maður? En þú veist, maður har heyrt allt frá því að fólk telli bara að það verði öllum skipt út yfir ég kannski verið 1 eða 2 En heldur að Friðjón haldi ekki áfram? Hann mjög tengdur henni Jú, það svona fyrir aðeins 2 sögum ég held að hann sé fýll liðsmaður og ég þekki hann lengi og hann er áhuga á borgarmálunum og komið svolítið vel inn í þetta og þú veist þau eru með þetta hlaðvar saman svona, en ég held að fólk sé þessi ekki beinlinis í bandalegi og einhver sem hafa ágjör hans stöðu, hann frekar satt að þú veist hann sé kannski svolítið svona einmann á milli klemdur á milli fylkinga en klálega er hann hennar megin í allar svona helstu máli sem hafa klóðið borgarstjórnarflokkin. Það sem að hann kannski lendir í held ég og ég veit ekki, hún ekki að því hún verður í 8. sætinu mögulega bara þessi svona hvað Sjálfstæðisflokkurinn mikið að reyna einhvern veginn að viðhalda hægri ásýndinni hann er alveg svona sjálfstæðismaður sem þau ættu að vilja hafa í borgarmálunum af því að þau eru bara ekki það flokkspólitísk og hann er svona aðeins sem sér hann er gaman, hann bara mikið vita pólitík og eignast vini utan flokkum og svona hann svona virkar sanngjarn og heill í því sem hann er að gera Já, en hann getur líka, hann áðalega nokkur góðum skotum á Einar Þorsteinsson sem að ég man ekki að fann að uppnefna Friðjón sem einhvern það var eitthvað svona kallað en eitthvað fuglsnafni eða púka á fjósbyttanum eða eitthvað hvað hann var fann að kalla hann en hann er náttúrulega, það getur verið að einhverjum finnst hann ekki vera nógu mikið að berja á, þú veist, það er svolítið svona eins og Sjálfstæðisflokkurinn fekk á þinginu, nú þið bara að berja á þeim og ekki fara í málþóf og gera ýmislegt sem ekki náttúrulega líklegt til vinsælda, en þjónar eitthvað svona ákveðnum þröngum hagsmunum eða sjónarmiðum Já, að sýna að þú barðist allavega fyrir þennan hóp Já, það er svolítið svona eins og þið voru að tala um þú og Kolbrún þú veist klúður hjá þeim að missa Evrópusennin yfir í Viðreisn og Viðreisn til og af því að það var einhvern veginn svona
þú er hérna einhvern veginn föðurlandssvikari að vilja mögulega vera hluta einhverju bandalagi sem þú veist, Noregur, Danmörk, Þýskaland, Bretland var og sér eftir að hafa farið úr. Þetta er ekki svo, þetta sé eitthvað svona rosalega róttæk hugmynd sko. Þetta er svona eitthvað hagsmuna bandalag, hérna efnahagsbandalag fyrst og fremst og þetta stjórnmálalegt að einhver leiti og þannig að flokkurinn þetta glímir þetta og það er spurning hvort að það þeir muni missa út svona, fólks, því töluðum Þórdísi Kolbrúnu sem einhvern veginn hérna hefur ekki fundið sér alveg nýjan stað. Nei. Fyrrandi varaformann og ég myndi svona kannski setja Friðjón og Þórdísi Kolbrún svolítið sama þeir eru svolítið svipaða týpur af sjálfstæðisfólki sko, svolítið svona kallast ekki bara hófsam jú, þeir eru hófsam í eðlisínu en og einhver leiti einhvern veginn var það svona þótti fínt að vera það sko hófsamur íhaldsmaður og hófsamur hægri maður frjálslindur en samt hófsamur sko og hófsemi getur verið líka bara í líka og miklum afskiptum þú veist vil ekki geta hófsemi því að vera ekki að setja reglur allt en þá komum við bara sjálfstæðisflokknum á landsvísu og kannski áhrifin einmitt á sveitarstjórnarkosningarnar að það smitast alltaf yfir en það er fullt af málum náttúrulega sem að við erum að ræðum á þingi sem að koma ekki borgarmálum við en það slettist alltaf. Myndirðu halda að sjálfstæðisflokkurinn ætti og til dæmis Guðrún Hafsteins og Jens og fleiri ættu bara svona halda aftur af sér meðan þessar kosningar ganga yfir? Já, ég held það nú gefa að því að þeir eru ekki vinsæl og þannig að spurning ekki minna á sig þegar þeir eru ekki vinsæl en hvort sem þeir geta breytt því eða ekki, ég held að þú veist, þetta er svolítið svona ekki augljós svör við gátunum sem þau eru að reyna að leysa sko og en ég held að þetta ættu að svona halda sér til hlé sko og leyfa, þú veist, sínum sterku frambjóðandum að eiga sviðið sko. Ég meina í bæjanum í kringum okkur þá er sjálfstæðisflokkurinn mjög sterkur og hann er sterkar leiðtoga og sjáum bara eins og Hilmar í Mosfellsbæ og sem er bara nýkomin inn í pólitíkina sem nýkomin inn en einhvern veginn svona þetta er svona kongurinn í mós sem allir búast við að ná í góðum sigri og verði jafnvel næsti bæjarstjóri Ásdís í Kópavoginum alveg feikilega sterk Almar í Garðabænum og svo er spurning hvað gerist í Hafnarfirði og annað og svo náttúrulega allt í kringu landi en mestu veikleika sjálfstæðisflokksins liggja ekki í bæjarfélagunum þetta, hann liggur á þingi og þá spurning sko þarft að hugsa þessa tilvistína sem sjálfstæðisflokkur upp á nýtt svona út frá því Jens Garðar farin að tala að senda palestínumenn heim og eitthvað svona mér finnst eins og þessi að reyna að fóta sig einhverju umræðu sem að þau veit ekki hvað áhrif þetta hefur Nei ég held að ef það er rétt eins og Þorbjörg Sigríður Gullustóttir var að tala að þau voru svo hrædd við miðflokkinn og þess vegna væri það að tjá sig svona eins og Jens Garðar gerir sko, svona semikjánalega sko, þá sé það að taka raunin það versta frá miðflokknum af því að það sem er kannski einhver leiti það er svona einkenni á miðflokknum hann er þetta svolítið populísku flokkur sérstaklega því að hann getur stækkað og minkað og hann er ennþá svona í rauninni einsmannsflokkur þú veist, þó að alveg eins og flokkur fólksins í kringum Ingo Sæland að maður veit ekki alveg hvort þeir myndu lifa ef að Sigmundar Davíðs nýti ekki við eða Ingo Sæland en sem að það er svona hann er heldur uppi mikil gagnrýni en er ekkert mjög skýr hvað hann sjálfur myndi gera er svona gagnrýnisflokkur sko og svolítið kannski eins og flokkur fólksins var áður en að koma í ríkisstjórn en það standa alltaf til opnar í miðflokknum meðan hinnir eru frekar lokaðir að þá eru þau bara að dæla inn fólki sem er jafnvel áhrifafólk í einhverjum bæjarfélögum víðum landið Já Nei, ég held að sjálfstæðisflokkurinn geti alveg gengið vel í þessum sveitarstjórnarkosningum heilt yfir og og Guðrún hefur nú talað og það hefur verið talað það að það sem mikið fyrir hana og fara inn í næsta landsfund með góða stuð í sveitarstjórnum
og ég meina þetta getur hún eigna sér það einhver leiti, þú veist, ef hún styður vel við og þú veist, flokkurinn virkar vel og hún kannski komin eitthvað að máli að því að hvernig þetta enda Reykjavík, maður veit ekki eða hvernig þetta mun enda með einhver lista þar en náuðu borginni, sko, það stór sigur fyrir Guðrúnu. Já. Ég held hún myndi alltaf túlka það sem stóran sigur fyrir sig og flokkurinn myndi í rauninni, hvað það segja, svona gefinni lengri líftíma, getur maður sagt. Já, hann alltaf valdaflokkur og, þú veist, og vill vera veld og þessum ekkert að því stjórnmálaflokkar ætti að vilja það. En þannig að honum líður ekki vel að vera ekki vel hvorki Reykjavík í landsmálunum. Það alltaf bara óvenjulegt ástand. Það að segja fyrir landsmálin. Varða í Reykjavík lengi vel. Þannig að ég held að það, þú veist, bara að rjúfa þetta. Þú veist, þetta alltaf svona ákveðin niðurlægingar saga. En sýnir líka bara hvað orðið mikilvægt að hafa góða leiðtoga, þú veist, og hvað erfitt fyrir flokka og það sem ekki sér íslenskt, þú veist, að finna fólk sem að, þú veist, getur dreigið vagnin og dreigið fólk af flokknum og það ekki alveg sjálfsagt og það erfitt þegar þú skiptir leiðtoga eftir áratuga, þú veist, eins og Bjarni var í hvað, þú veist, 14 ár eða jafnvel lengur. Já, maður ekki. 2009 til 2025, þannig að hann var 16 ár. Já. Þannig að En eitt sem að, sko, maður getur sagt, sko, miðflokkurinn að hluta til orðin einn áhrifamesti flokkur landsins. Af því að það ekki bara sjálfstæðarflokkurinn sem hræddu við hana eða gera hana einhver viðmið. Viðreist talar mjög mikið um miðflokkinn og þau svona vaða í alls konar debatta út frá einhverjum fyrirsögnum frá annarkvort Sigmundi eða Snorra eða Bergþóri. Þannig að þau láta hann fara í töðunar á sér og það svona miðflokkun elska það, held ég. Já, stundum held ég líka Viðreist, sko, mér finnst stundum eins og þetta sé svona... Já, ég að segja, Viðreist leipur stöðugt á eftir. Þetta svona eins og stundum þegar maður sér kall með slást og eitthvað, það verður eitthvað erotíst, sko. Þú veist, óvart, sko. Það eins og... Sigmar til dæmis aðastótt í Snorra, lætur hann pirra sig og oft það svona mál sem maður hefur hvað sem hættu þessu og samfylkingin meiri segja þegar að Kristrún sagði nú þessi umdældu orð að hún gæti nú mögulega náð saman með miðflokknum varandi útlendingamál að þau orðin eitthvað viðmið og það áhrif. Já, þú veist, þetta svona á umræðina og ég meina þetta hefur flokkurinn vaxið þá á milli en þú veist, þetta ekki nóg, þetta svona svo kallast það einhverju rage baiting eða svona egna fólk til reiði og sem bara markmiði sjálfur sér, sko, svona trolla einhvern veginn og Snorri bara sækir sér einhverja frasa frá og bara flytja inn eitthvað vandamál sem ekki vandamál hér, sko, til þess að einhvern veginn að reyna svona reform hreyfingin svolítið. Já, einmitt og þú veist, það alltaf eitthvað sem að sjálfstæðarflokkurinn þarf að horfa á og þú ert að meina, þú ert að tala í Bretlandi, sko, sem orðinn stærsti flokkurinn þar og að þú veist, þetta svolítið svona í nútímanum þá sá sem að einhvern veginn með stærsta gjallarhornið og sterkustu lýsingarorðin, þú veist, fær mesta plássið og einhvern veginn það verið getalega breyst í atkvæði og erfitt fyrir eitthvað, þú veist, íhaldsflokkurinn gengi í gegnum svona að velja sér formenn, sko, suma og langt til hægri, þú veist, aðra einhvern veginn bara, þú veist, einhvern veginn svona fara að reyna að líkjast en þá einhvern veginn, það erfitt að vera þú verður einhvern veginn svona eftirlíking, þú verður svo léleg eftirlíking af því sem að þú ert að reyna að keppa við, sko. Fólk þarf að vera svona nær sjálfur sér, sko. Mér finnst eins og fleiri séu að verða ófeimnir við að segja að þeir styðji miðflokkin. Já. Af því að þú manst að oft með svona hægri flokka sem eru ögrandi hægri flokkar og þeir svona fá atkvæðin í kjörklefanum en ekki endilega á torgum. En núna finnst manni eins og meiri sér fólkur atvinnulífinu sem hefur fylgt kannski sjálfstæðarflokknum að málum að þau séu komin ágað og leið og svona stærri nöfn
fara að tengja sig við flokkin, þá fyrir að opnast oft fyrir þetta að það mástið í hann. Þessi hóphegðun okkar með þeim hætti. En þarna, þá upplifum maður á móti að Sjálfstæðisflokkurinn hefur týnt akkurat þessari tengingu. Hann veit ekki hverju mann fyrir hvernig hann er að vinna í rauninni. Það er tilfinningin. Í mitt, og sérstaklega hann er í svona einhverju sjálfsmyndakrísu og og það er svolítið spennandi að þau séu að fara úr Valhöll og svona og veist, Guðrún er vantilega að veðja og hún fá ekki mótframboð á næsta landsviti, heldur fá aðeins tíma til þess að svona móta flokkin svona frá nýjum, meira segja á nýjum stað og einhvern veginn nýjum grunni og ég held að það veit ekkert af sko og ég held að og þessi rétt hjá þér að fólk er farið að segja meira svona mannamótum og í samtölum að það stiði miðflokkin að minnst að kosta á trúnói einhver staðar svona á þriðaklasi en það er kannski ekki endilega búið að byrtast mikið á framboðslistum og spennandi að sjá hvað verður núna. Hverju spáur? Mjög erfitt að spá, ég held að svolítið áhugaverð hvernig miðflokkurinn velur, þetta er svona þetta er smá svona, ekki líka með Trump eða republikanflokkin en svona, það er ekki mikið svona formlegt, þetta er þetta svona valdi kemur svolítið frá formanninum og fólk er að lýsa frambúð og senda frá sér frambúðstilkynningar núna, eftir við frambúð í borginni og segist alltaf að vera á lista en það er alls ekkert, líka ekkert ljóst fyrir hvort að meirhlutina sem fólki fá neitt til að sæti þar sko. Nei. Þannig að þetta er eitthvað svona, það er komið þannig að það er og þannig hefur þetta líka verið áður sko, alls konar fólk, bæði á flokki fólksins og sem er líka svona annar svona flokkur svona byggir á á persónulegum svona persónukvöldi eins einstaklings að fólk svona er að sumir lýsi frambúði, aðrir svona daðra við það með því að fara ykkur viðtöl og útilóka ekki og eitthvað það langar mjög mörgum, þú veist það er ykkur fyrirhandi saksóknar og fyrirhandi lögregluður og lögreglumenn og gef eitthvað í skinn og býð þetta í símtalinu býð þetta í símtalinu og ég skilst að Björn Ingi Hrafnsson sé að stýra þessu ferli ætla hann ekki að kynna einn á dag það var eitthvað það en það er ekki komið að þá Nei, þetta skiptir í rauninni langmestu máli bara auðvitað hver er oddvitinn. Ég held nú ekki að verði Vigdís Hauksdóttir svona með forsöguna og svona þau nöfn sem maður hefur heyrt þau hafa verið borin tilbaka svona jafn harðan sko þannig en það verður að viðurkennast þau eru að ná spennu maður er áhugasamur það hver leið í flokkinu vegna þess að það sá einstaklingur sendir einhver skilabóð einhver tón sem að það áttu okkur svona hvaða kosningabaráttan keyrir gerir það fyrir. Já, eins og þá er miðflokkurinn var náttúrulega í framboði síðast, náði ekki inn framarni stálu sinni og voru kannski ekki það sterkir frambjóðendur, þeir eru að bjóða fram undir öðrum merkjum núna Borgþór og sem hafa verið svolítið að muni ekki nafna en sem hafa verið standa fyrir mótmælum vegna innflytjenda og svona Reykjavík þvert og flokka heitir það allavega hópurinn heitir það og hvort er bjóð undir því að Sigfús Aðalsteins og sá hópur og en miðflokkurinn hefur ekkert verið að mælast neitt vel í borginni hann var lengst að vera bara að mælast í kringum 5% í þessum könnunum sem hafa verið gerðar í borginni en er mannlaus þannig séð en svo segja þeir sem hafa séð niðurbroti á þessum landskönnunum sem hafa verið að koma á undanförnu þar sem að Gallup og Maskín og öðrum þar sem að hefur verið kanna fylgiflokksins á landsvísu og hann er orðinn næststærsti flokkur landsins þar sé, sko, það fylgir sér fyrst og næst í Suðurkjördæmi, Suðvesturkjördæmi og svona eins og landsbæðakjördæmi það sé ekki í Reykjavík og það sé mælast eitthvað þar heyrði ég rúmlega 9% 9% það er svona 2 það er svona tæft að það sé 3 þannig að fyrir aðeins eftir hvernig atkvæði leggjast en þannig að líklega kannski er það bara að fá 2 og svona mín spá hefur komið með henni lóksins þá held ég að þetta verði ekki mjög auðveld meirihlutamyndun
og sama tíma held ég að verða engin einhver svona brjálari lykilstöðu og það ekkert víst að miðflokkurinn ég rauninni til að svona fyrirfram hefði maður haldið ef að það hefði verið óbreytt lið hjá Samfylkingunum mestmegnis að Sjálfstæðisflokkurinn geti kannski mynda meiri hluta með miðflokknum og Viðreisn en ég held að sko það mun ekki duga ég held að þeir fái samtals bara 11 til 12 Hverjir þá? Já, sko þeir fái bara 11 þeir fái ekki 12 miðflokkurinn, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn Já, þeir ná ekki meiri hluta sem slíkir Nei, en Einar Þorsteinsson ef hann kemst inn, þá hefur hann alltaf sagt að hann vilji vinna til hægri núna og það sé það sem þurfi þannig jú, kannski dugar það en ég ekki vissum að þú veist, jafnvel að þessi 3 flokkar eða 4 flokkar mun ekki ná 12 þeir verði enda kringum 11 Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn, Miðflokkur og Framsókn Þetta sko meiri hluti 12 á móti 11 og svo getur hann þetta verið sterkari En áttu ekki vonað að þessir 4 nái 12 vegna þess að ef við horfum að á hinnaflokkana sem flokkur fólksins stendur frekaveikt í borginni Píratar sem að standa sömulegis mjög veikt og eru svona mörkun með að ná jafnvel mannin og Samfylkingi sem sterk og ætti mögulega að styrkja sig svona með hvernig þetta teiknast upp og svo vor til vinstri sem algjörlega óskrifa blað nema að þú út með mjög vinsælan leiðtoga en svo sannu matalinn Já, og mér finnst mér líklegt af því allir aðrir að segja miðina að með svona reynslu miklu vinstri græna fólki í kringum Sönnu með hana sem leiðtoga að hún sé mjög líkleg til að ná 3 borgarfulltrúum að þau saman eru í dagurinn með 1 og 2 það eru með 3 í dag, þessi hópur og það verður meira pláss vinstra megin ég held að sósíalista mun ekki ná miklu þó að þeir bjóðu fram þannig að mér finnst einhvern veginn ólíklegt að þessi armur minnki Já, hann minnkar í gegnum sko, ok Líf einn fyrir vinstri græna og Sanna og en hún sem sagt ef þau verður með 3 sem sé vinstri græn og Sanna voru til vinstri þá eru 3 þar sko finnst þið líklegt að Píratar nái manni inn svona með það hvað hefur bara helst úr löstinni hjá Nei, ég held að Píratar detta út en þau eru með 3 á þessu kjörtímabili og en ég held bara svona að þetta vindur úr þeim og maður sér ekki að sem eitthvað svona vinsælan frambjóðanda en ég held hins vegar og þannig að það verða eitthvað atkvæði dauð þar með grunar eins að flokkur fólksins ná inn með 1 mann þannig að voru til vinstri fóðu 3 flokkur fólksins 4 eða sem 4 1 og Samfylking þarf þá að ná 9 8 í raunin til að vera ef hann ætti að mynda meira hluta til dæmis til vinstri Já, það væri mjög tæft 12 manns og ég held að já, það væri ef þeir ná ef þau næðu fylginu sem að þau eru með í mælingum á landsvísu sem þetta Kristrúnarfylgi en það ætti að vera svona efri mörkin því sem þau getur vonast eftir að ná að þá eru það 9-10 borgarfulltrúar 8 það svona kannski ekkert eitthvað frálegt ég myndi segja 7 var mjög líklegt en auðvitað eins og ég segi kannski full djúpt í árin að tekið að segja þetta sé eitthvað neginn ekki hendi, þetta enda mjög tæft og það verða þetta einhverju líkilstöðu ég kannski verða aðeins að draga land með þá greiningu hérna upp að ég menna það getur vel verið að Björg veri í líkilstöðu Einar aftur það sko og þá spyr maður sig sko ég held að ef við ættum að segja fyrir ekki sko líklegustu meirihlutina fyrirfram hefði ég haldið að svona samstarf til hægri væri líklegast út af þessum vilja Viðreisnar og út af vilja Einars og út af því að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að fljúga og miðflokkurinn líklega til að koma inn með 1-2 ef ekki fleiri en þú veist, þeir eru samt svolítið að keppa fylgi flokkur fólksins þetta keppir aðeins líka Finnst þér að þessi flokkar ættu við að vera kannski opinskári með þetta fyrir kosningar að Framsókn segi við viljum vinna með Sjálfstæðisflokki vegna þess að það skrítið og viljið það ekki allavega þegar þau voru til í að forna borgarstjórastóli og fara að vinna með Sjálfstæðisflokki Viðreisn hafnaði í rauninni Samfylkingu og þessu meirihluta sem núna þannig að en var í honum í 7 ár
var í honum í 7 ár. Já, það segja sko fyrir mér hluta. Já, en þannig að það er svona erfitt að vera að segja fór sér alveg að þessu. en sko, ég veit það ekki vegna þess að við förum að gefa okkur einhvern veginn að hvernig þetta skiptist og förum kannski kjósa eftir því að menn fara að kjósa framsókn afti að þau munu vinna með sjálfstæðis eða hvað það er. En svo höfum við bara séð það allt og oft að svo ruglast bara geimið þegar að menn fara að semja sæti. Já, ég held að sé að minnka líkurnar á þessum hægri meirihluta, bæði bara út af því hvernig þessi framboðsmál að þróast á vinstri vægnum og svo en áfram kannski mestu líkurnar að verða annað hvort þessi til hægri, þessir hægri flokkar pluss Viðreisn og Viðreisn flokkar sér nú sem hægri flokk, hægri miðjuflokk, Framsókn flokkar sér sem miðjuflokk en Einar vill vinna til hægri og var þetta sjálfur virkur í Sjálfstæðisflokknum áður, alveg eins og Pétur hundar en eða vinstri, en það sé ekkert síður líklegt, það sé eiginlega bara jafn líklegir allir þessi 3 möguleikar að það verði Sjálfstæðisflokkur, Samfylking og annarkvort Viðreisn eða Framsókn, líklega Viðreisn sem getur myndað svona sterkan meirihluta á miðinni. Mjög áhugavert Andris. Nei, í alvöru sko og þannig erum við komin akkurat að þessu sem að má ekki ræða. Nei, og þeir munu örugglega ekkert vilja viðurkenna sko. Nei, Samfylking og Sjálfstæðisflokkur að vinna saman í borginni þú sér það alveg í gegnum persónuleikendur að það gæti alveg gerst. Pétur og Hildur gætu örugglega fallist í faðma í þessum ástæðum. En þau þurfa ekki að fara langt til þess að gera, þau búa það er 1 hús á milli þeirra held ég. Já. Búið sem í göttunni. Klárt í einu góðu göttugrilli. En sko að því að nú hafa svona eldri samfylgingamenn og eins og Stefán Jón Hafstein og aðrir sko talaði að endurvekja R-listan eingöngu til þess að koma í veg fyrir að Sjálfstæðisflokkurinn nái völdum og það er oft þessi hugsun sko vinstra megin það má ekki hleypa Sjálfstæðisflokknum að gerum alls konar glóríur og látum allt gerast, allt annað en þetta heldur að menn myndi brjóta á þessum prinsipum sínum? Það er alltaf þungt í samfélkingunum að ætla að fara að leggja til samtæru Sjálfstæðisflokksins, það er alltaf gerst einu sinni. Já, og með hörmulegum afleiðingum. Já, allavega ekki góð tímasetning en var satt svolítið í öllum. Já. Og þessum flokkum líkur ekki gott orð til hvers annars. Nei. En svo hefur aðeins verið rætt og við sjáum það eins á Norrlöndunum og ég meina Pétur horfir þangað og fleiri svo sem Kristrún líka að þó þessi ekki algengt, það er algengar að það er þessu blokkir þá hefur alveg komið svo umræða þegar svona flokkar eins og framfaraflokkarnir í Noregi, Svíþjóð-demokratinni í Svíþjóð Þýskalandi, Danmörku þessir flokkar sem hafa stækkað sem eru svona þú veist mjög harða stefnu í ákveðnum málum og eru svona svolítið skjön við pólitísku menninguna að þú veist, og er svona út á kanti að flokkarnar meðinni þurfa að geta unni saman og eiginlega meira sameiginlegt heldur en öflunum meðinni og ég meina Pétur hefur náttúrulega talað svolítið í þessu alþjóðlega samingi, hann hefur sagt að hann hefur bara áhyggjur af þessum straumi menningastriðis eða þessum hugmynda sem að mikið eru einhvern svona stríðu menningu hvernig fólk megi vera og láta þetta fara að snúast bara hvað kyns fólk er eða hvað kynnið er og svo framvegis eða hvað það fættist og allt það en það er væntanlega ekki mikið verður ekki haft í umræðin í sveitstjórnarkosningum eða? Nei, það er það ekki en hann auðvitað svona er það ekki alveg ósnert af þessum straumum þannig að hann gæti alveg hugsað að vilja ekki vinna með miðflokknum og ef að miðflokkurinn verður stór og Sjálfstæðisflokkurinn tiltölulega lítill og ef að þetta fara að speglast eitthvað þetta ástand í landsmálunum yfir í sveitarstjórnum þá getur það alveg gerst. Þetta spáði að Sjálfstæðisflokkurinn 7 Samfylking fá 7 og þau myndir meira hluta með 14. Já, eða taki sko 2 Viðreisnar með sér og það verður 16-7. Þetta er mjög skemmtileg spá. En hún hljómar svona Nú er ég alveg búin að útiloka það að ég fái eitthvað San Pellegrino sent. Já, sko, ég held að þú fáir aukaskammti og þetta gengur upp því að þetta er djarfasta spá sem að ég hef heyrt og
og einhvern veginn verður alltaf gaman að horfa á þetta með þessum augum líka bara hvernig þau tala svona hvert til annars og hugmyndarlega til dæmis uppbyggingu, breytingar og annað. Ég held sé ekki langt á milli þessa fólks. Það ekki langt á milli og rauninni það sem að þarf að breyta í borginni eiginlega frekar augljóst. Það eiginlega öllum frekar augljóst. Veist, þó að nú er þetta meirliti sé að standa vörð einhverju hluti sem hafa verið gerðir veist, hvernig borginni fjármögnuð argæslukröfuna frá fyrirtækjunum bara allskins veist, þá eru þarna hlutir sem í rauninni þegar fólk ekki í kamerunum fólk er sammála að það þurfa að laga það veist, einfalda kerfið aukið þjónustuna, bætið hana, bara lægið færi ákvarðanir nær þjónustunni þetta smá svona projekt sem að R-listin setti fyrsta stað til að breyta borginu og svo tók samfélkingin og Dagur upp boltan og veist, gerði mjög marg stefnumarkandi breytingar sem var mjög nauðsynlegt fyrir borgina og við erum að njóta góðsaf og fyrirtækinu njóta góðsaf og ferðaþjónustan og þú veist, bankarnir og allir að græða á alls konar ákvörðunum. Nei, aldrei endurskoðað og þetta fekk svolítið bara svona þetta á sjálfstýringu. Já. Og þegar einhver á sjálfstýringu og það enginn sem að kannski sem sett þetta stað sem einhvern veginn að heyrðu nú þurfum að hægja á eða að beygja heldur, þú veist, þá kemur það svona fáralegt út úr þessu og þú veist, það auðvitað ekkert hræðilegt að einhver stað sé til á netur og listi yfir góð ráðum hvernig ég halda barnaðamæli en þetta og, veist, og ég ætla ekki að taka líf einhvern einstakling sem datt í huga þú veist, það getur verið gott að eða tími að þú veist, gera það á mannreindasíðu borgarinnar og setja á netið eins og margt annað en bara það bendir til þess að það sé of mikil tími það bara verður of margir að finna sér verkefni og það verður of fáránlegt í samhenginu þetta kristallar eitthvað svona stærri vanda sem fólk er bara meðvitað og svo bara fólk ég held á tíðanbili að þetta væri bara gráðugir verktakar sem væru að væla sem voru að kvarti því að hlutin tekja langan tíma að það væri verið að gera skringilega kröfur á það hjá borginni eða bara, bara fengi ekki svör eða annað slíkt og svo bara hittir maður venjulegt fólk það sem að bara á endanum þá bara þegar eitthvað svona vandamáli og þá bara á endanum kynnast, eru einhverjir sem að þekkir sem hafa lent í því þannig að þarna þarf bara að taka til það þarf sterkt umboð og líka bara einhvern veginn að svara varandi bílastæðamál, gjaldahækkanir þú veist, hitaveita hækkar upp á öllu valdi og það vegna arðgreiðslu kröfu borgarinnar til að halda sér gangandi þú veist, það þarf einhvern veginn svona að mæta þessu og ræða þetta ég held að vandamál sé að þú veist, fólk einhvern veginn sem stundu gerist þegar þú ert ekki hugmyndafræðingurinn upphaflegi heldur þú ert einhvern veginn sem gengur inn í hlutverki eða fylgja stefnunni eftir að þú verður einhvern veginn kaþólskarinn páin hugtakið sko og þessi bílastæðamál eru svona gott dæmi þetta veist, að vera með gjaldtöku svona sent á kvöldin á sunnudögum veist, og í íbúðahverfum veist, ekki með neinum aðlögunartíma veist, þetta bara ekki alveg veist, þetta bara gengur þetta ekki það þjónusta íbúðana hugmyndafræðinni hlýtur að vera þá bara við erum að afla tekna og þá sko þegar það farið að verða semst á annan veginn þá þér meira sama hvernig fólki líður hvernig það upplifir þjónustuna og þá þarf það að fara aðeins að snúa því við og sagði, nei, við erum að ganga langt í að afla tekna Akkurat, þetta eru dogmatískar nálganir í hverju máluna fætur öðrum og fólk komin í einhverja skotgrafir og þú veist, gera eitthvað kraf að fólk sé einhverju pólitískri línu í þessu þetta þýðir ekki það að þegar að fólki byrja að kvart og benda á þetta að það vilja endilega fara í hina áttina að við séum eitthvað vilja halda að setja að leysa þetta með því að gera borgin einhver bílaborg eða fara að byggja rosa mikið einbíla og rosa landflæmi þetta það ekki þess að við viljum við kunnum að meta þessi þéttari hverfi með meiri nærþjónustu ef þjónustan góð inn í þessu þéttara hverfi ef hún betri þá viljum við það en við viljum ekki endilega verið þéttara hverfi en þjónustan hefur ekki batna og við þurfum ennþá að enda sendast sko, á milli hverfa og ég held að veist, það þarf nýtt fólk til þess að breytum stefnu það einhvern veginn það mjög fáir sem geta endurskoða sjálfan sig og einmitt að því að fólk með eitthvað legacy og
þannig að annarkvort segir samfélkingin það bara mjög skýrt og þeir sem í núverandi meirhluta eða vilja halda áfram, þú veist, hvað hefur gengið og langt og hvar þarf að toga í og fær þá kannski traustum að það muni gera það eða það verða, þú veist, nýr valdhafar í borginu og það auðvitað engin heimsendir, sko, það bara gott líka stundum að skipta sko. Já, algjörlega. Þegar við vorum fyrir ári, ég held að vera í apríl, sumardaginn fyrsta, þegar við fórum í sumarfrí með bakherbyggið, þá vorum við líka svona þreyttir á sjálfum okkur, við vorum að hrósa þessari ríkisstjórn svo mikið. Hún einhvern veginn fór vel af stað og var alltaf afgerandi og svona virtist einhvern veginn með sjálfströstið og núna finnst manni eins og það sé farið aðeins að falla á og þau eru orðin óöruggari í meira viðbragði, hlutni hafi ekki gengið eins og þau ætluðu sér og Kristrún með persónuvinsældir en flokkun ekkit endilega mjög elskaður sem slíkur. Hvað, sko, heldurðu að þau hafi bara vanmetið þetta verkefni að einhverju leyti? Já, eða kannski bara verið bjartsýn og, þú veist, vona það besta og svona, sko, eins og þetta svolítið mannlegt að gera. En það bara svo skelvild vegna þess að þegar Kristrún kemur fram í sko, Silfurinn í gær og spurð bara afleiðingar, verðbólgu og vaxtastigs á heimili, að þá svarið sem ekkert vestasvar í heimi, við erum á plani og þetta tekur tíma en okkur var aldrei sagt hversu langan tíma þetta tæki, þannig að planið í sjálfu sér mjög ótímasett og þungin á heimilum og fólki og fyrirtækjum, þetta rosalega byrði að bera og bíða eftir því að þetta svo kallaða plan gangi upp. Mér finnst þessi teygjanleiki tímans að því að hún í raun að lofa líka, sko, hún að taka þetta stótt upp sem að segja að þetta samkvæmt plani og mun gerast því að við erum farin að efast það. Einmitt, ég held að einhverju leyti sé þetta þau séu ekki endilega, sko, að segja eitthvað efnislega rangt og þú veist þó ég skal koma betur því en ég veist svona aðeins að breyst svona tónnin kannski þetta svona, það gæti bara stafnir búnir og þau eru svolítið í vörð. Mér veist fyrstu viðbrun hjá Daða við verðbólguskotinu vera röng nálgun, hann var einhvern veginn búin að vera hann svona aðeins einhvern veginn mist þetta sem hann hafði að vera bara ekki að spinna, hann fann þörf fyrir að spinna þetta. Já. Meira segja held ég sé mér segja efnislega rétt hjá hann að bílar eru ekki það verðtegnir að það hægt að hækka þá, þú veist, og þetta er svona típisk vara sem hækkuð meira þegar það eitthvað svona gjaldabreitingar. Já, en faktað að hann líka ábyrgðarmaður hækkanar. Já. Þannig að gera einhverja aðra að sökudólgum í staðin fyrir að taka skilabóðunum og segja bara já, þetta rétt. Þessar gjaldahækkanir okkar hafa leitt til hærri verðbólgu ásamt einhverju. En þarna fór hann hann breyttist í stjórnmálumann sem verið að hlaupast undan ábyrgð. Kannski að þegar hann var neitt vinsalasti stjórnmálumann þá nú ég að vera stjórnmálumæður og svara svo stjórnmálumæður, en mér finnst þetta Kristrún svara svo aðeins betur og hún svona sagði bara þetta ekki nóg gott og meiri segja sagði hann í sama orði sko í fyrsta viðtölum sínum þetta síðasta verðbólgu mæling var ekki heldur nóg og góð sko, þú veist, þannig að mér fannst hún svona vera meira í realismannum sko. Ég held eins og það sem glíma við efnislega að þau, þú veist, fara fram með fögur fyrirheit að ætla að ná tökum á halla ríkissjóðs útgjöldum, sameinastofnanir, þú veist, taka á ríkisútgjöldum eða sóun fór í þessa sparnaða tillögur sem við rættum tölvöldum í fyrra, en svo þetta bara leðja til allar koma út þú lendir strax í einhverjum sem að það má alls ekki skera þetta niður og þetta ekki hægt og þú kannski svona Ég finnst þau hafi verið frekar slöpp í að hvað var að segja, einfalda og skera niður. Já, sumt einhvern veginn að trakki það, ég meina, nú var Þorbjörn Sigurður að klára, það var samþykkt frumvarp hennar að sameina
sýslumannsembættin. Já, en þetta á En þegar ekki svona- að leiða til fækkunar fólks og 65% eiga að vera sem sagt út á landi og einhvern veginn hver er tilgangurinn, að það er ekki einhvers konar fjárhagsleg hagræðing og einföldun En reynda kannski að nærða eitthvað smá í yfirstjórninni þó þetta sé 65% af landi af því að þú ert þá ekki með einn mannustjórn á hverju embætti og svo framvegis en þetta er eitthvað smá einmitt svona segið okkur bara hverju þetta á að skila Já. og þau eiga, sko, ef þú tekur svona ákvörðun þá átt að vita niðurstöðuna akkur súmar ekki bara upp alla þær breytingar sem eru gerðar í staðin fyrir að það er verið að grauta með rosalega mikið hlutum, það er verið að segja okkur og það er þessi tótt svona sem að Inga Silent setur fram að þetta er svo frábært og við erum að svo samhent og hér á eftir að rísa þú veist sko þetta er alveg skemmtilegt fyrstu 3 mánuðina en þegar að þú ert ennþá í sömu súpunni og horfir á ungt fólk ekki geta keypt sér heimili og er búandi ennþá hjá pappa og mömmu eða hvað ég held að húmóri sé að fara alltaf hjá þjóðinni og þá spyrir maður líka, hefur þetta áhrif á sveitarstjórnarkosningu? Ef að þau eru ekki að ná tökum á þessu? Já, ég held að geta gert það sko ég meina, af því að það er svona þá fer þetta hreyfanlega fylgi að kannski tætast aðeins meira af þeim og það verður auðveldara gagnrýna þau og það er þetta liðið hans frá síðustu ríkisstjórn þannig að núna geta hinni flokkandi meira gagnrýnt og það býtur meira mögulega þarf að þetta er svolítið svona eins og þessi að reyna einhvern veginn að fara aðeins létt í gegnum þetta en samt fá kredit fyrir að vera ógeðslega hörð og ábyrg og með skýra sín og þú veist ábyrga efnaðarstefnu og svona en þú veist ekki ég held að þurfi svona svolítið að þjást fyrir þetta sjálf og þú veist ef það ætlar þetta þjóðina þjást aðeins og fara í gegnum tímabundna erfiðleika, tímabundna niðurskurð í ríkinu, sveitafélögum þú veist þess að lækka vextina af því það hefur áhrif fyrir, ríkisfjármálin hafa áhrif á vaxtastigið trúmarkaðins, það er bara staðarreind og það hefur verið mikill vöxtur og það er auðvitað erfitt að, þú veist, það þýðir bara ekki atvinnuleysi og það þýðir þetta kostnað þar líka, þannig að þú veist þetta er ekki æskilegt að fara ofhart í þetta það getur líka kostað mjög mikið og svo koma ný lofvörð eins og afnema verðtryggingu strax á næsta ári þetta er ég veit ekki, er verið að einhvern veginn að kasta ríki í augu okkar eða Já, er það ekki, maður fara strax á tilfinningu nýtt trikk, heyrðu af því að þú veist, hún hefur náttúrulega ekki, þú veist hún er raunin að meina það að það sé að búa til efnahagslega aðstæður þannig að það þurfi ekki verðtryggingu eða við þurfum ekki að vera með jafn mikið af hlutalána verðtryggðar og það er náttúrulega einhver liti búið að vera að gerast en aðstæður eru bara þannig að við höfum þurft hana bara til þess að draga minka afborgun Þetta er svona, það hefur verið að sameina einhverja ábyrga efnahagsstefnu Kristrúnar og Daða og við einhvern veginn svona populíska efnahagsstefnu Flokks fólksins pluss einhverja afla í samfélkingu og við líka skilur þannig að þetta er ekki alveg þannig að þetta sé, þú veist það sé eitthvað, þetta er alveg skilum til flokkana, þú veist, þetta er ekkert Það eru sprungur í þessu og ég myndi segja sko að ef að stjórnarandstaðan væri aðeins hvað við segja klókari þá mynd hún geta unnið í þessum sprungum en mér finnst hún bara á svo vandræðanlegum stað stjórnarandstaðan að hún nær ekki einhvern veginn að fanga veikleika þessara ríkisstjórnar Nei og maður veit ekki hvort það muni takast það væri náttúrulega ef Guðrún Hafsteinsdóttir og Sigmundur Davíð væru meira í takti og hver sem verið formar Framsóknarflokksins, við erum ekki minnst á Framsóknarflokkin eitt þessu spellegi aðeins í borginni en já, ef þau væru í takti þá getur svona búið til svona trúurðegan valkost sem að ef að staðan verið slæm eftir þú veist, 2,5 ára sem getur tekið við en í staðin sér maður eiginlega frekar að það verði áfram núningur á milli Sjálfstæðisflokks og Miðflokksins og einhvern veginn, þú veist, erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að vera litla bróður en já, Framsóknarflokkurinn ég heyrði að Kolbrún spáði því að Ingibjörg Ísarsen yrði formaður hún
hún þetta svona svolítið með þessa landsbyggðatengingu og Lilja með þessa borgatengingu. Lilja bara búin að vinna svo mikið í sínu framboði, hefur maður heyrt, búin að undirbúta það lengi og búin að vera rækt og gera fátt annað í rauninni frá því hann hætti á þingi en að undirbúa þetta. Það var mjög sterkt fyrir Lilju að Willum lýsti við stuðningi við hana, koma óvart en því að hann það sterkur og líklega hefði hann unnið þetta ef hann hefði búið sig fram. Já, hann allan svona sterkur út af því, svo þetta alltaf svona flokkarnir eru svolítið ákveðna skeppnur, þú veist að þetta líka svona einhver bandalög og klíkur yfir lang sem hafa unnið saman árahríð og Ingibjörg búin að vera kröftug á þinginu. Já, hún svona vaxandi. Og þá spurning, er hún oflítið nafn til að taka þetta? Að einhverja mati, þá meina ég bara út á við. Þetta var alveg sniðugt að gera það þá núna snemma á kjörtímabilinu, það alltaf velja eitthvað svona nýtt nafn. Og það þetta svona skipti í pólitíkinni. Þú veist, það eru bara gömlu nöfnin eru svona, þú veist, að hverfa hvert af öðru. Eins og Kolbrún sagði með Ingibjörgu, en finnst það líklegt, sko, í fljótu bara finnst mér það meira heillandi fyrir flokkin. Já. Sko að því að, og kannski það að því að ætlum við þráum ekki í grunninn bara endurnýjun í öllu, sama hvað þið fjölmiðlamenn og bara fólk almennt svona, þú veist, að það alltaf svona, þú veist, einmitt vill sjá eitthvað nýtt og það hefur gerst æraðar sko í þessu, þannig að og svo hefur Lilja þetta svona svolítið sko, var með þetta mikið vonast en þú veist, hefur ekki alveg ræst og átti ekki það gott kjörtímabil síðasta kjörtímabil og þetta svona svolítið, en þú veist hún hefur metnað til þess og er dugleg og þetta klár stjórnmálamaður og allt það sko, en ég held alveg að Framsóknarflokkur hann þurfi svolítið bara svona, það væri ímynda ég mér að þekkja innviðan sérstaklega vel í Framsóknarflokknum að svona geta byrjað svolítið með hreint blað. Það þarf einhvern góðan landsbyggðarmann, einhvern svona Gísla Einars til að fara að taka Framsóknarflokkin. Já. Ef ég stýrði Framsókn þá myndi ég bara ringi Gísla Einars og segja Nei, en það einhver svona sem að þú finnur að hefur einhvern svona, kemur einhvern veginn úr bara jarðveginu. Já, ég myndi alveg, þú veist, hvort á Kolbrún einhver sem var að spá Framsóknarflokknum dauða, sko, ég myndi nú frekar fyrir spáflokki fólksins eða miðflokknum dauða, sko. Flokki fólksins frekar, Já, miðflokkurinn kannski búin að koma með svona pláss sem að orðið kannski svolítið svona flokkur sem til í flestum okkar nágrannaríkjum, en auðvitað ennþá, þú veist, hann verður til í einhverju formi, en þetta miðflokkurinn mjög samt einkennandi að kringum Sigmund Davíð og hann á eftir að fara í ríkisstjórn og ná svona aðeins að sanna sig sem slíkur. Andrés, það svo gaman að vera með þér, við erum sko ábyggilega komið myrkur fyrir þetta. Förum aðeins yfir spána, svo þú fáir bæði aukakrónur í verðlaun og vörur frá Jysk og aukakrónur, og drikkina Pellegrino og frá A4 skrifstofusgögn þá ætlaðu að fara í við sem sagt, þú spáir í borginni, hverjir mynda meiri hluta? Sko þú mátt ekki bakka með þína góðu spáfræði. Nei, ég held að meiri hluti þar sem að bæði Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin verði sé bara ekki ólíklegasti meiri hlutin, skulum við segja. Þetta aðeins svo snemmt að spá, þú veist, það mun hafa áhrif hverjir eru að leiða þá flokka sem eftir eru, en leiðtóðan skiptir mestu máli og þeir eru þetta komin fram í helstu flokkum og ég held að Pétur fái hann muni fá fljúgandi start í fyrstu könnun eftir þetta prófkjör og svo fara það svolítið eftir hvernig listin verður hjá Hildi, hvernig start hún fær, en ég myndi segja að þessi flokkar munu bera höfuð og herðar yfir alla hinna. Já. Og Viðreisn með 2-3 inni. Já, minnst 2, þú veist, þetta munir stefna alltaf 4 eins og Framsókn náði, en líklega að þessi annarkvæmt með 2 eða 3
voru til vinstri, Voru til vinstri. fjóra. Já, þú veist, ég verði það er svona svipað að vera 2 til 4, ég giska á 3 og flokku fólksins gæti læðist inn með 1 bara, þú veist, hann er eitthvað svona ef þeir eru með manneskju sem næri gegn og hérna það er ekki komið ljós hvað það verður og valdkart eða pínundi miðflokkur eins og það núna. Já, en fólk segir svona kannski aðeins að ofmetan í ljósi þess að fylgi hefur ekki rókju upp í mælingum í Reykjavík eins og það gett annars þar. Ég ætla sjálfur persónulega að keyra velunin til þín í vor. Frábært að fá þig. Takk. Takk.